Hanna Björg Klársdóttir, þú ert feministi, kynjafræðingur, ert að bjóða þig fram sem formann í KÍ og ert kennar í Borgó og kendir mér meðal hans í Borgó. Sætlar minningar. Sætlar minningar. Ég var svolítið skotin í nálguninni. Svona því ég hugsa hana, því að þú varst grjóthörf, og maður svona pínusmeykur, en samt þú varst sangjörn. Og þú sýndi manni virðingu, en þú challengeaði mann. Og mér varst það mjög jákvætt og þess vegna held ég sé svolítið skotin í manneskinu sem hefur að gema, Já, takk. Þú sagði mér það einu sinni, Já, ok. Manst eftir kennslustundinni þegar að stelpan, sem ég segi með þetta ekki nafni, sagði frá heimilisofbeldinu. Já. Manst eftir því? Þetta situr ennþá í mér, Já, þegar við sátum í hring. Og og við þurftum alltaf bara að tekla aðstæðunar, hún alltaf bara brotnar, og ég fór til hennar, og það voru einhvern veginn allir bara. Og þá komstu, eftir þá kennslustund, þá komstu til mín og sagði vel gert. Manstu eftir þessu? Nei, en ég man eftir kennslun, ég man ekki eftir að koma til mín. Nei, já, þú sagðir einhvern veginn, þú kastaði svona til mín kveðju og rósaði mér einhvern veginn fyrir að takla þetta. Já, það var, þetta var náttúrulega mjög eftirminnileg kennslustund. Þetta var alveg, já, mjög eftirminnileg og einn aðeins sem var að opna sig einhvers konar heimilisofbeldi og síðan opnuðu fleiri síðurunni, 3-4 viðbót. Já, alveg rétt, heyrðu, núna er þetta raðast upp fyrir mig betur. Jú, það voru fleiri. Já, það voru fleiri sem alveg rétt. Það var svona keðjuverkun einhver. Já, það bara, þetta snerti mig þessi kennslu. Já, og það hafa verið alveg nokkrar svona í gegnum tíðina, það sem að nemendur hafa bara einhvern veginn stigið fram í mómentinu. Algjörlega án þess að vera búin að undirbúa sig. Auðvitað undirbýr þetta engin svona. Nei. Það hefði þá alltaf verið í sambandi við mig, En þá bara er, búið að safnast svo mikil spenna náttúrulega ójafnvægi og vanlíðan yfir því sem hefur gerst og þetta getur verið kynferðisofbeldi eða heimilisofbeldi og svo bara finnurðu örugt rými og sem þú ert búin að vera að leita alltaf að. Viðurkenningu á því að það hafi verið brotið á þeirra því að það er það sem að þolendur þurfa. Þeir þurfa að það verði sér viðurkennt að það hafi verið brotið á svo að þú hættir ímyndaður og hættir að sitja upp með skömmina og efasemdina og það allt saman. Þannig að þú ert alltaf að leita að rými til þess að segja frá bæði börn og ungmenni og náttúrulega fullorðni líka og svo bara finnur það. Og þá ertu bara komin einhvern veginn alveg hingað upp í háls, skilur, og þú ert bara að springa og það bara kemur, skilur. Og það bara losast einhvern veginn. Algjörlega ótrúlegar stundir með nemendum sem að hafa, og þetta þarf kynjafræðikennari að vera reiðbúin í hvenær sem þegar þú ert að takla þessi viðkvæm mál sem ofbeldismálin eru. Þannig að hún fengi bara, þessi aðalega fá bara örugt umhverfi til að bara berskjálda sig út af því að hafa þurftast greinilega og kannski merkjast bara inni þeim yfir nokkur ár, skilur mig. Og það er svo mikið, að einhver getur tengt við bara, þú veist, þjáninguna eða tilfinningana eða að sé einhver sem hlustar og skilur og... Já, það er akkurat það. Já. Það er nákvæmlega. Það er vettvang fyrir það. Ég held að þessi rosa mikið virði í því, Algjörlega. Bæði ef við áttu einhvern hóp eða einhvern einstakling sem getur bara talað allt, Já. Að við erum svolítið svona, við viljum ekki gefa færa okkur og við viljum halda skildunum að okkur en verkefni er svolítið að leggja skjöldinni þegar við þroskumst og verðum eldri. En málið er það svo að að því ég var að vinna á stígamótum í sumar og mér langaði bara einhvern veginn að þau auðlistu og ég bara sóttu að því mér langaði einhvern veginn að dýpka skilning minn og svo bara elskaði stígamót og starfið sem þar er, þannig mér langaði að pínu spreyta mig í því að verða ráðgjafi. Og þá varði ég einhvern veginn vör við þetta líka, það er náttúrulega staðurinn sem fólk kemur á, til þess að losa og fá auðvitað endurgjöfin og vera í örugga rýminu og allt það. En þá einmitt sögðu þolendur mér að þau hefðu átt kannski vin, þau þolendurnir, og haldið að vinurinn eða vinkonan væri traust og gæti tekið við þessu og svo gat hún það ekki, viðkomandi manneskja. Og einhvern veginn bara getur þetta ekki, bara eins og sum, þú veist, það er bara þannig. Sum bara einhvern veginn getur þetta ekki.
sem finnst bara mjög óþægilegt bara óþægilegt og bara akkurat og þá verður skellurinn alveg rosalega mikill þá ferðu höfnunina og þá grefur þetta ennþá dýbra að þá verður ennþá erfið að treysta næst þannig að þetta er bara ofsalega flókið mál en samt er þetta svo einfalt af því að þolendur þurfa öruggt rými, þeir þurfa að þú trúir þeim, þeir þurfa hlustun og viðurkenning á brotinu. Algjörlega. Ég veit ekki hvort þú hefur hlustað eitthvað, en þetta eru í fyrirgefnum sambærilega spurningar sem spinnum við bara ekki út frá því. Já. Þannig fyrst það var alltaf svona tengt manneskinu og mér fannst kjörið, þetta er ekkit svona hraðarspurningar, en mér fannst kjörið að spyrja þessu, botnaði þetta, hugrekki er? Hugrekki er að þora, hugrekki er að vera sterk, hugrekki er, maður svara sér mörgum orðum. Bara eins mikið og vilt og bara tala eins mikið og vilt. Já, hugrekki er að náttúrulega þora, hugrekki er að vera óttalaus við mistök og hugrekki er að vera sterk og ég held að ég held að þetta sé svona það sem að hugrekki er í mínum huga. Stundum er það ákveðið kærleysi að þú ofhugsar ekki það er svona andstæðan við ofhugsun að þú bara, heyrðu, já þú veist bara ég bara ger þetta þú veist, svona pínu þannig að hugrekki blandast við smá kæruleysi en svona kæruleysi er kannski of djúpt í árunni tekið en svona ákveðið bara ekki hirðuleysi heldur bara svona já, whatever, þú veist, eitthvað svona já, þannig ég held að Algjörlega, ég held að, þú veist, ef maður er að hugsa mikið hvað mun gerast eða hvort maður sé með allt á hreinu eða hvað mun fara útskeiðis og ef mér mistakast þetta þarf að vera fullkoma og þá ertu bara hættur áður en að þú byrjar. Nákvæmlega. En þú þarft svolítið að byrja til að finna út allt þetta sem hjálpa þér að öðla styrkir. Já, það sem að ég geri, það sem að einhverjum myndi segja hugrekki, eins og allir með bara að stiga fram með þetta KSÍ-mál, að þá hugsaði ég ekkert að þú ert hugrekk, en ég hugsaði að það þarf að gera þetta. Og ég get alveg verið manneskjan sem að gera þetta, af því ég get það. Og ég treysti því að ég veit að ég er að gera rétt. Og ég vanda mig, ég vandaði mig rosalega mikið þegar ég skrifaði fyrstu greinina, og sem var birt 13. ágúst. Ég var í sambandi náttúrulega við Önnu Maríu Þólanda í fyrsta lagi. Hún var með mér gegnum allt ferlið. Öll skrifin sem ég tók, þá hafði ég sambandi við hana og spurði, ertu sátt við þetta? Og það gaf mér styrk, hún var bara, þú veist, já, öll þessi þjáning getur ekki verið lenskinn, sagði hún, og halda áfram. Og ég vanda mig. Ég skrifa ekki of mikið en ég skrifa nógu mikið og ég læt lesa yfir og ég vanda málfari og læt lesa yfir og allt þetta þannig að undirbúningur er líka ákveðið atriði í ákveðnum aðstæðum en svo náttúrulega bara hugrekki í kennslustofunni þar er ég bara örugg skilur mig og ég hugsa bara, ég geri og svo bara, það er alltaf að gera mistök og það er alltaf í lagi að gera mistök þetta er rosalega mikilvægt líka til þess að vera sterk manneskja að sætta þið við að það er alltaf að gera mistök gera allir mistök Þannig að þú fundir bara svona hugrekki sem tengist því og finnur eitthvað bara finnst einhvers konar sannleika eða eitthvað svona sem bara hvílir í bara brjóstinu og þú bara keyrir á það. Já, algjörlega. Það er bara akkúrat þannig og það kemur í hjartanu með viðkomu í höfðinu og þar í grundinu náttúrulega eitthvað sem ég ger mikið, ég hugsa og ég reyni að spegla og ég les mig til og svo hugsa ég aftur og reyni að fara út í yftin og reyni að skoða frá öllum hliðum þannig að það styrkir mig líka svo mikið í trúnni að ég er með axlaband og belti, ég er með rök ég er málefnaleg Já, og með góðan grunn sem þú byggir á Já Það er algjörlega því ég var að fylgjast mér og hugsaði ég og ég talaði bara með fleiri í kringum mig og ég vonum bara þessi kona er hugrekk það var bara sem ég dætti í hug ég er svona sammála ég heyri eins og setningu þú getur ekki afséð það sem þú hefur séð þannig að þú serði eitthvað og þú þá getur ekki bara lokað á það það er bara eitthvað sem situr í þér og það er eitthvað call to action að gera það sem kjarta er að segja að gera. Algjörlega. Ég man þegar ég tók eftir því allt í að ég geti hætt í fótbolta. Já. Ég bara,
þá allt í einu farið bara svona fyrir svona í maganum eins og ég var bara að springa og bara keyrði það á það, en svona eftir að hugsa ég bara, hvernig fokkanum þorði þessu, sko. Já, hugsaður það, ég nefnilega, ég hef ekki hugsað þetta. Nei. En ég er náttúrulega 58. Já. Þú veist, það er bara allt öðru sig. Og ég var ekki svona þegar ég var 30. Nei. Það var bara alls ekki. Þetta er bara vitund sem hefur komið til mín á síðustu kannski, þó svo ég hefur haft eitthvað svona grunnelement í karakternum mínum, að þá hefur þessi stríðskona, það sagði einhverjum þetta, stríðskona. Já, og ég bara svona, wow, þetta er ógeðslega, eins mikill friðarsinni og ég er, en stríðskona, svona málefnileg stríðskona, já, að það einhvern veginn, það er ekkert, sko, það er ekkert gamalt, sko, það er ekkert, nei, það er það ekki, sko. Nei. Og það verður mjög mikið svona samhliða kennarastarfinu. Þó að það sé rosa skrýta að hugsa stríðskona sem er kennari. Þetta er eitthvað miðalda gráhær kennslukona sem er í stríði, skilur. Þetta er rosa skrýtu, eða þú veist, þetta er brot á staðalmynd, skulum við segja, klárlega. En ég fíla þetta, sko. Eða þú veist, þetta er bara, mér líður alveg vel, ég siti í þessu. Já, það sést. Já. Hvaða bók hefur haft mest áhrif á þig og hvað lærðir á henni? Oh my lordy. Sko, ef þið höfðu spurði mig líka bíómynd. Nei. Má ég svissa? Já, svissa. Heyrðu, já, af því að þetta finnst mér svo ótrúlega gaman að fá að svara þessari spurningu sem, þetta er svona bara svo skrítið svar. Dead Poets Society. Hún er svo góð. Veistu hvað myndir að tala um? Já, Captain, My Captain. Já, oh my god, af því að það er svo skrítið að ég segi þetta, af því að það er engin kona þarna. En Robin Williams og þessar típur og þessi kennsla og þessi aðferð og þessi þjáning og og þessi úrræði bjargráðin þeirra. Og veistu, ég fæ gæsa og þegar ég tala um þetta, öllum þessum árum setna, vá, hvað hún er mikill innblástur og hvað hún er svo velgerð og þetta er bara svo, ef einhver þarna sem er að hlusta er ekki búin að sjá þessa mynd, vil ég gera svo vel. Já, ég fæ einhver svona gleði í hjarta þegar ég hugsa um þessa mynd, sko. Samtidig, ég sé hann í útvísar eða eitthvað, mér svo bara atrið að ég ætla ekki að fara að segja frá kannski myndinni, en hún er yndisleg þessi mynd. Hún er ótrúlega og hún er, sko, fyrir mig sem kennara, sko, og bara sem mannesku líka, því að, þú veist, ég er ekkert kennari hér og kona hér. Ég bara er manneskja sem er kennari og kona og stríðskona og mamma og allt þetta, sko. Og bara típan, sko, Robin Williams, bara hvernig hann gerir þetta einhvern veginn og hugrekki mannstu þegar blaðsíðurnar í bókinni og bara út með þetta og sko hjartað í ykkur og bara Captain, eða þú veist, þetta er bara algjörlega æðislegt. Þarna lærði ég kannski lærði ég bara hugrekki þarna. Kannski. Þú veist, ég reyndar var ekki búin að tengja það, en að því þú spyrðum þetta svona samhliða þá áhugavert. Já. Mjög áhugavert, já, við erum allir að horfa á Dead Poets Society, bara ASAP. Hvað helstu einu sinni að vera satt sem úr öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú þurft að aflæra? Já, ég, sko, og það er líka mjög skrítið að segja, nú er ég orðin bara very personal hérna. Sko, veistu það, ég man eftir sjálfur mér sem lítilli, eða þú veist, bara stelpu, ég meina, alveg 12, 13, 14, 15 ára og þetta er mjög skrítið, sko, aftur og ég hugsaði með mér, ef ég kannski ekki mann, þá verði ég ekki neitt og ég hugsaði, sko, bara líf mitt út frá að eiga mann og að ég yrði heimavarandi húsmóðir. Ég hafði það fyrir mér, sko, hefðbundin kynhlutverk voru fyrirmyndi mínar. Þau voru bara mjög hefðbundin. Og og þannig að, sko, það ég veit ekki okkur þetta er að fyrsta sem er dettur í hug, sko, að ég hafi virkilega hugsað svona, ég á öllum, en það var þannig, sko. Og lengi að þá bara hugsaði mér að, þú veist, ég verð bara partur af sambandi.
og þú veist, og í þessari hugsun þá er þetta bara svona pína gangastundi vald þannig að já, það er svona eitthvað sem að ég sko aflærði en það einhvern veginn sko, það var ekki ákvörðun sem ég tók einhvern veginn, heldur bara einhvern veginn bara lífið tekur okkur náttúrulega í einhverjar áttir sko þó svo að við látum ekkit bara, ég læt ekkit alltaf flæða en stundum gerur það stundum bara koma ákvarðanir til þín og þú bara einhvern veginn lætur flæða og já, af því að sko í rauninni núna er sjálfsmyndin minn þannig að ég er sjálfstæð þú veist, það er þannig sko, ég er mjög þú veist, sjálfstæð og vill hafa hlutina nákvæmlega svona eða þú veist, það veitir mér bara ákveðna hamingju að hafa fulla stjórn á lífið mínu Þannig að það sem þú aflærir að þú varst með þá sín að þú myndir bara finna að vera með einhverjum manni og svona vera bara heima undir húsmónir út frá því að þú lærir að þú ert bara sjálfstæð og bara vilt vera sjálfstæð Já, það er þannig sko þetta er allavega svona dæmi eitthvað sem ég hef sko aflært það er einhvern veginn ekkert svona sem kemur til mín annað en þetta. Nei, bara mjög gott svar. Hver er helsti vendipunktur sem voru upplifað lífin til þessa? Já, það er klálega sko tvennt. Okay. Það er í fyrsta lagi að eignast 2 börn, aldrabarnið mitt. Þá snerist lífið mitt algjörlega við. Fram að því þá var ég bara búin að vera ekki að einhvern veginn þá var ég bara að djamma og þú veist og var óábyrg manneskja, pínu sko ég var alveg ábyrg af hvert starfinu mín, ég var alltaf í starfi en ég var í öldungadeildinu og var að falla og var einhvern veginn bara í einhverju dingli svo verði ég ólétt og ég eignast son minn og það var algjörlega vendipunktur að þá fór ég í nám og þá bara fekk ég sín. Þetta er annar vendipunkturinn, hinn er sá þegar ég kláraði kennaranámið og ákvaða að fara í kennslu 2006 að þá var hinn vendipunkturinn í lífið mínu sem og hvort tvekja hefur fært með meira hamingju heldur en ég get sagt þér. Ég get ekki lýst því hvað þetta tvennt hefur fært mér gleði, hamingju, sko djúpa hamingju virkilega og svo margt sem hefur fyllt því sem kemur í kringum það, skilur mig þannig að þetta eru klálega 2 Tengjast þér líka, fórstu þá Já, út af því að þú varst alveg fórst að taka meira ábyrgð á lífinu og ákvæmst að skráða í nám og hætta að djamma út frá því verður kennari og út frá því náttúrulega verður súvegferð út Já, nákvæmlega og líka sko að því að ég fór sent ég tók stúdentspróf bara 26 ára og 28 ára þegar ég útskrifaðist með stúdentspróf strákurinn minn fæðist þegar ég er sko tæplega 27 og ég átti bara eitthvað ár eftir eða eitthvað af stúdentsprófunu nema hvað, að ég fer sem sagt þetta gömul orðin mamma í félagsfræðiáfanga í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og ég fekk bara svona, ég keypti bókina og þetta var fyrsti félagsfræðiáfangin sem ég tók og ég bara var ástfangin af faginu og ég hugsaði með mér langar að læra allt félagsfræði og svo langar mér að vera svona kennslukona en þetta er 91 og en ég fer í rauninni ekki og svo fór ég í félagsfræði og tók sögu líka en svo fer ég í rauninni ekki í kennaranámi fyrir 2004 þannig að líður alveg þarna svolítið langur tími en draumurinn fór aldrei Nei Þú veist, hann var alveg lifandi, eða hann var innra með mér og svo lét ég hann rætast 2004. Þetta er áhugavert sko, því að það er fólk ástundum til að hræðast að þroskast og verða fullorðin hvað þá eignast börn, því þá bara heldur fólk að lífið sér búa, allt bla 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 og þú veist, jú, það er allt er 20 ára vitlaust, já, það er djamma, ok, bara flott, þú er bara að lifa og bara þessum aldri, þú er 25 ára, ok, þú er 30,
þetta ekki töff lengur, sko. Það var bara komið tími til að þroskast þess. Já, sko, og í einhverja átt. Já, einhverja átt, sko. Þú veist, já, ég alveg sammála, svona hjakka þú veist, það sko, þú gætir ákveðið að vera að gera það sama, en þroskaðu þessi mannesku og gerðu það betur, prófaðu að gera öðruvísi, veist hvað ég meina? Þarftu ekkert endilega að fara í einhverja áttir, en prófaðu, þú veist, farðu til Afríku 3 mánuði eða farðu á saumanámskeið, eða skilurðu, þú veist, það þarf ekki að vera stórt, það getur verið stórt, en reyndu á þig. Það er líka það, að reyna á sig. Já. Að gera, fara út fyrir ramman, að sigrast á óttanum, af því að oft það ótti sem að hamlar okkur, þroskanum okkar. Algjörlega. Og við bara hjökkum. Og hjakk er ömurlegt. Já. Það er bara þannig. Klálega, ég held að ótti komi mjög mikið í veg fyrir þann einstakling sem þú vilt vera eða lífið sem þú vilt lifa. Já. Oft þarf maður að mæta honum einhvern veginn þannig að maður yfirst í hann í rauninni. Já, og ég með lausnina. Já. Það er bara ein lausn við því að sigrast óttanum, að sætta þið við að gera mistök. Já. Af því að óttin er í rauninni það mjög mikið. Já. Að klikka, að eitthvað klikki. Og það er bara allt í lagi. Já, átti því að sko sem ferðum við fólk, ok, hvað ertu hrædd við og svona, og af hverju, ok, ef þetta gerist, hvað gerist þá líðum við kannski bara pínu illa. Já. Er það óttin sem er að halda þetta tilbaka við að taka þessa ákvörðun, þetta stökk, þessa hefðun? Nákvæmlega, og líka annars til þess að bæta við þetta, að það að líða illa getur þroskaði. Já. Finna fyrir sásöka á? Já. Þú veist, og það, ég meina það verður engin áhugaverð manneskja á þess að upplifa vanlíðan, sásöku og þjáningu. Það nennir enginn að heyra þannig sögu, sko. Nei. Sem allt gengur líka í blóma og bara eitthvað. Akkurat, það er bara óinteressant. Og á einhvern undarlegan hátt, þá er það vegna þess að vanlíðan, sásöki, þjáning færir okkur dýpt. Ef við tökumst á við það og vinnum úr því einhvern veginn og vinnum okkur í gegnum það á þess að sko hafna því, skilur, við förum bara í gegnum sorgina, gegnum þjáninguna og komum út, að þá situr það eftir í reynslun okkar og í líkamannum okkar og gerir okkur að dýpri, mikilvægari, áhugaverðari manneskjum. Öflugari manneskjum. Algjörlega. Já, ég er algjörlega að tek heilsar undir þetta og meðan að þroska, já, líka bara, það er enginn að beða mann um að bara breyta öllu lífunu á einu mánudegi, þetta er bara svona eitt skref hér og þar, ok, fórnaði stundum bara eitthvað sem er öskað núna, að spila tölvuleiki eða fáði bjór og gerði eitthvað göfugt, einu sinni, skilur við, eða minkaði símanótkuðina frá 5 tímum í 4 og 50 mínútur, eða whatever, bara þessi litlu skref, ég held að sé og ég held að því þú segir göfugt, sko, mér finnst það svo ótrúlega fallegt orð, sko, að gera eitthvað göfugt, að því að við erum svo mikið forréttindafólk, þá held ég þessi ofsalega, og ég held ekki, ég veit að það er mjög mikilvægt fyrir okkur að deila því sem að verðmætunum og auðæfunum sem við eigum og finna farveg til þess að vera göfug og gefa. Já. Sko, fyrir aðra að því við getum það og fyrir okkur sjálf að því að það er góð tilfinning. Það er eitt af því sem bara það stærsti þátturinn sem gerir lífið innhaldsríkt, held ég. Það er að hafa góð áhrif á aðra, sko. Nákvæmlega. Að gefa það sem að átta sig á að það býr miklu meiri í sér, átta sig á hvað hlutverk maður er að sinna og að sinna því út í samfélagið, út í fólki í kringu sig, þá verður heimurinn að betri stað og færist fjær vondum stað, sko. Ég held að það sé. Ég hef allan að mikla trú á því, sko. Algjörlega. Og ef við verum alla því einhvern veginn, þá myndi góður hluti, þú veist, það er þannig. Að því að við, sko, samfélagi hefur áhrif á okkur, en við höfum líka áhrif á samfélagi. Og það er rosalega mikilvægt að finna fyrir þessari valdeflingu, að trúa því að þú, þín rödd, þínar gjörðir geti haft áhrif á samfélagið og breytingar. Ég trúi því innilega. Að því að, sko, nú, sko, ég bara fæ smá gæsa það núna, því að sko, sumir halda skipta ekki máli hvað maður gerir. Maður er breytt sangkona á 7-8 billjónum og býttar ekki máli hvort að ég geri eitthvað eða ekki. Ég sé því fyrir að það skiptir öllum máli, en það getur verið mjög ræðandi hugsun, bara allt sem ég gerir skiptir máli, en ég lít miklu meira á þetta að við séum tengd í einhvers konar netverki og hver einasti einstaklingur hefur ákveðið hlutverki í þessu netverki sem hefur áhrif á annað fólk í kringu sig og þetta rétt eins og COVID smitast út, þá smitast þetta líka út þannig, þú veist, eitt góðverk fyrir einhvern, allt henni gerir góðverk fyrir einhvern annan og þetta er bara svona að því að þú munt
geta haft áhrif á einhverja 1000 manns í gennum æfina og þeir hafa áhrif á aðra 1000, þannig raun eftir einni manneski frá 1.000.000, pælti því. Þannig að ég hef svo ótrúlega trú á þessu og það skipti öllu máli hvað maður gerir dagstaglega og hvaða ákvarðanir maður tekur og hvaða gjörðir maður gerir upp á samfélagið og heiminn. Algjörlega. Ef þið takið eitthvað hlustandi góðu með ykkur úr þessu viðtali þá verða það þetta. Það verður eitthvað annað. Hver uppáhalds tilvitnunin þín og af hverju? Uppáhalds? Tilvitnunin. Já. Sko, ég held að, má ég segja fleiri en eina? Já. Sko, enginn var óbærin biskup. Þú kemst ekkert áfram í lífinu nema að láta lemja á þér. Af því að þú veist, ef þú sækir fram, ef þú vilt láta til þín taka, verður reiðubúin að vera slegið til þín. Eða skilur hvað ég meina með orðum eða einhverju. Og þú þarft bara að styrkja þig og taka þig. Ertu með mér? Þannig ég fíla það. Svo er líka annað sem að ég held sko að margur verður öðrum api. Ég held að það sé rosalega vandasamt að vera mjög rík manneskja, eiga mikla peninga, af því að það bara skapa, þú veist, við getum horta á Kennedy-ana eða eitthvað. Ég held að það sé líka, nú ekki að segja, þú veist, að ríkt fólk sé apar, alls ekki, en það þarf sterk bein til að þola góða daga. Já. Það þannig. Ég held að það sé krefjandi. Það það. Viðhalda bara manneskinu sem maður einhvern veginn. Akkurat, nákvæmlega. Og líka sko að blindast ekki í forréttindunum þínum, að missa auðmýktina þína og þannig að sko ég held að það er rosalega mikilvægt að vera meðvituð forréttindun okkar og velsældin okkar. Að bara þekkja okkur sjálf, að missa ekki sjónar á okkur sjálfum. Algjörlega. Af því að þú veist sko við tölum bara að eignast eitthvað meira eitthvað svoleiðis skilur við þekkjum þetta öll ekki einhver ný föt eða nýtt hús eða við erum geðið þetta ánægis móst og séðan bara tekum maður ekki eftir fötunum og maður ennþá stærri hús og svo fram með sko þannig að við þurfum eiginlega stöðugt að vera að berja okkur í hausinn og líta á hlutina sem við erum búin að venjast í lífinu til þess að minna okkur aftur á þá sko. Það þannig og ég algjörlega sammálaður og það sko mér finnst líka mjög mikilvægt að við gerum greinarmun á gleði og hamingju. Að sko kaupa okkur kjól það veitir mér ákveðna gleði og ég leiði með það alveg en það ekki hamingja sko að vera með ömmustelpunum minni það djúp hamingja að vera með fólkinu sínu að gera eitthvað gott að vera göfug það hamingja að skilur þú hvað ég meina? Ég skil bara 100%. Miklu dýpri tilfinning. Ég held að lýsa mun sko á bara því að fyrsta skrifa í bókinu mínu var stemdi að innihaldsríku lífi ekki hamingjuríku og þá sko skilgreindi ég hamingju út frá gleði, bara jákvæða tilfinningar og engar neikvæða tilfinningar og eitthvað svona sem er kannski kringustæðanum okkar. En það einmitt þetta að vera með badabandinu sínu eða vera með fólki eða gera eitthvað gott sem gefur manni virkilega mikið og svona æðri hamingju við getum orðað einhvern veginn. Einmitt, við getum notað ýmis orð þetta og ég gerir bara greinarmun á þessu en svo nota fólk bara orðin mismunandi sko. En en hamingjan hún það er djúp til, en svo eru gleðin og hamingjan, þær eru systur. Það líka svolítið skemmt til feministan að segja það. En það ekki það sama. Nei, en engi verið óbærin biskur, þú þarft í rauninni til að verða, kannski bara sá sem vilt verða eitthvað svoleiðis, að þá verður þú sennilega barinn og við það að verða barinn að þá verður það sem þú getur orðið basically. Já, og það styrkir þig. Að sko, má ég taka dæmi? Nú ég að sækjast þetta formennsku í kennarasambandinu og það þannig að það elskar mig ekkert allir kennarar. Það bara fólk að núti sem að fíla mig ekki og þau munu segja hluti mig og það náttúrulega líka bara að ég búin að vera svona, ekki kannski opinber persóni, ég búin að segja alls konar í viðtölum og koma fram og ég þú veist, fólk segir alls konar mig og það, skilur, ég verði að vera reiðubúin í það, við getum hugsað það sem högg, þú veist, að láta berja á sér, að láta það lítla sig í kommentakerfunum eða skilur, hvernig sem það að og sko það bara allt í lagi. Ég ekki til þess að allir elski mig.
Nei. Það mun aldrei takast að láta alla elska mig. Þannig að það er bara fáránlegt að líta það sem einhvað markmið. En að hafa sýn og vera trú sjálfri sér og vera sterk og vera hugrökk, það er það sem þú þarft að vera til þess að stefna áfram. Hefur lesið kvóti Man in the Arena eftir Roosevelt? Nei. Það var it's not a critic who counts. Það einstaklingur sem á stríðsvellinum að verja blóð, svita og tár í að gera eitthvað sem hugrætt og í að mistakast, í að koma stundum og ná ekki takmarkrusunum á stríðsvellinum. Það ekki sá sem kallar hann á stríðsvöldunum og segir ég gagnrýnir eða ég hef getið gert það betur eða spendir á takmarkið einstaklingsins. Þú veist, prófa þú að vera í þessum aðstæðum, sko. Það hann sem telur. Akkurat. Þú veist, og það krefst hugrekki og það mér finnst svo fallegt kvót, sko, þetta svo rosa langt kvót, en þetta bara... En þetta akkurat, mér finnst þetta vera akkurat það sem ég að meina, sko. Já. Að ég geri það sem ég að gera, því ég örugum hvað að gera, en það mun fólk gagnrýna og það allt í lagi. En það ekki þau sem að segja mér hvernig ég á að vera, af því að þá var ég bara hlaupandi út allt. Algjörlega. En þess vegna verði ég að vera náttúrulega með öruga sýn og ég verði að vera náttúrulega klára á sjálfur mér einhvern veginn. Mínum takmörkunum, mínum styrkleikum, skilur mig. Já, bara hvað stendur fyrir að vera að þú trúr þú sjálf, því þegar maður trúr manni sjálf, þá þetta að fara að hafa minni áhrif á mann. Já. Því maður finnur að maður að gera rétt. Já, nákvæmlega. Ég held að það sé klálega. Hvaða nýja trú, venja eða hegðun hefur bætt lífið þitt hvað mest undanfarin ár? Heyrðu, sko, ég það alveg nokkur, sko, ég hætti að reykja fyrir einhverjum árum. Ég byrjaði að fasta. Já. Ég fasta einu sinni til 2 í viku. Ok, hvað lengi og... Já, þetta sem sagt hvað er þetta, 5-2? Já, ok. Já. Og það hefur það hefur bætt líf mitt. Það þýðir alveg vatna á þessum 2 dögum, eða? Nei, ég borða 500 kaloríur. Já, alveg rétt. Í þessa 2 daga, sko. Já. Og það er ótrúlega auðvelt. Ég bara, þú veist, þegar ég prófaði þetta, að þá bara svona, ok, prófaði þetta, og það komið 2 ár. Síðan ég byrjaði að fasta, það bara í október fyrir 2 árum. Nei, ég að ljúga þar. Febrúar 20. 1,5. Já, þannig að það svona einhverja venjur sem að ég hef, já, þetta svona það sem dettur í hug. Fastan og hægt að reykja. Já, ég fasta til 2 vanlega, borða frá 2 til 7 kannski. Já. Mér finnst það mjög þægilegt, bara auðveldar, ég gera það bara auðveldar líf mitt og mér líður vel að því og ég með fulla einbeitingu og orku og... En ég byrjaði ekki þannig, maður byrjaði bara 10 og síðan 12 og síðan 2 en þetta ekkert mál. Nei, þetta nefnilega ekkert mál, þetta alveg ótrúlega skrítið hvað þetta og sko ég las bókina eftir læknin Fasting mimicking diet eða hvað? Valter Lungo eða? Nei, breski læknir sem með þættin á BBC Já, ég man ekki hvað hann heitir. En allavega bara sko altæku áhrifin og heilsuna, bara þú veist, blóðsykurinn og einbeitingin mitt og viktastjórnun og allavega jákvæða hluti sem að koma aðeins þannig já. Algjörlega, ég mikil aðdáðandi af föstum líka bara, ég hef stundum tekið svona 3 daga vassföstur bara. Já. Það rosa krefjandi og leiðilegt en samt verður alltaf auðveldara sko. Já, ok. Það bara leiðilegt, því það svo sósæl að borða. Já. Því bara, ég er ekki að fara að borða neitt í dag. Það bara svona, heilir dagar. Já. Já, ég veit ekki hvort að ég myndi taka sensina, eða þú veist, þoraði, eða nennaði. Ímyndaði þér að það var ekki hægt að dæma þig og getur sagt frá einni skoðun sem gæti verið túlkuð sem óvinsæl af öðrum. Hver væri þessu óvinsæla skoðun? Ég er örugglega með fullt af þessu, sko. Já. Ég myndi vilja setja allar kallarembur á skólabekk. Af öllum kynjum. Allar kallarembur á skólabekk af öllum kynjum? Já. Hvers konar kallarembur? Það sko kallarembur eru fólk og það geta alveg konur verið kallarembur, sko. Já. Þú veist, í kynjafræðinu köllum við þetta stiðandi kvenleiki, en það rauninni bara konur sem að líta á kalla sem mikilvægri heldur en þær sjálfar.
meðvitað og ómeðvitað. Og ég myndi, já, þetta er náttúrulega bara, Katremba manneskja sem að hefur kvenfyrirlitningu einhvers staðar í sér, sem að lítur ekki á konur sem jafningja karla, og mér finnst það líka vera, Katremba líka manneskja sem viðurkennur ekki önnur kyn, heldur en kalla konu, og já, þannig ég myndi vilja setja bara svona borgaralega skyldu allra að setjast á skólabekk, og þú getur ekki bara sýnt fram á að þú ert feministi sem að ert með þína skoðanir í samræmi við það, að þá ferð þú bara á námskeið. Já, þér, já. Já, mér, já. Nákvæmlega. Ég þyrfti nú líklega að taka aðstofakennara. En ég myndi sérst aldrei segja þetta. Nei. Ég myndi aldrei segja þetta. Ef þú mættir einungis koma einu skilaboði á framfæri út lífið til annar einslíkan, hver væri svo skilaboð? Ég held að það væri trúð á sjálfan þig. Findu valdið inn í þér og hafðu sýn hvert þú vilt stefna, hvernig manneskja viltu vera. Ég held ég myndi segja það. Hafðu trúð á sjálfan þig, hafðu sýn á hvernig manneskja viltu vera. Ég held að fólk þurfa að pæli hvernig heldur að margir stækir stund og bara hvernig manneskja viltu vera. Sko, við ættum nú að gera það, þú veist, við ættum að vera að tala um þetta í lífsleikni og 100%. Já, og bara við krakka, þú veist, bara á leikskóla, þú veist, það er alveg hægt að taka svona heimspekileg samtöl, pínu, bara hvernig fólk er besta fólkið, hvað gerir, hvað getur, eða þú veist hvað ég meina, og láta bara svona, láta hugan reika að að því að, sko, ég er stöðugt að hugsa um þetta, að ég stend sjálf að því hafa lægri hvatir og ég bara svona stoppa maður, já, hanna er þetta svo sem þú vilt vera og ég þarf að tala mig upp úr því veist hvað ég meina og ef ég er bara, þú veist, horfa sjálf mig í spegli og bara, Hanna, oh my god, þú þarft nú eitthvað að fara að laga þetta bara, heyrðu vinkona er þetta svo sem þú ætlar að vera veist hvað ég meina þetta er bara svona pínu samtali sem að ég held að við þurfum stöðut að eiga við okkur af því að sko svo erum við náttúrulega í stöðuðri þróunu þetta líka að við fáum ný hlutverk og við fáum nýja sýn og allt þetta þannig við þurfum stöðut að vera að spá í það sko af því að við hugsum mikið um hver við erum þá erum við bara einhvern veginn og ég held að það sé gott að hafa prinsip ég held að það sé mjög mikilvægt að hafa prinsip það hvaða mannesku við viljum hafa geima hvernig vil ég koma fram þú veist, og til dæmis eins og það skiptir mér rosalega miklu máli í kennslinni að viðurkenna mistök ef að nemandi gera athugasemd sem þetta gerist og ég segi bara fyrirgefðu ég hefði ekki átt að nota þessa tóntegund við þig og ég var vandaði ekki orðavalið ég var dónaleg og ég byði innlegar afsökunar ég vil vera þessi manneskja til dæmis að vera auðmjúk mér finnst það rosalega mikilvægt element í mannesku að sýna auðmýkt það er einlægni og það er einhvern veginn, það er hugrekki það er verið tengslu við tilfinningar sínar og það er sannarlega styrkur algjörlega mér finnst, ég veit, skólinn kennir náttúrulega mikið óformlega ákveðna lífshæfni já, duldanámskráin já, og gætu við lagt meira áherslu á, þú veist, ég verið að skrifa verkefni, þú sagði mig ekki, af hverju þetta skrifa, gera þetta verkefni, en af hverju var ég að skrifa? Jú, bara til að skipuleika hugsanum mína, til að geta að tala á áhrifaríka máta, til að geta sett skilabóð fram í áhrifaríka máta, því að þá er ég miklu öflugari í heiminum og miklu líklegri til að láta fólk, þú veist, við ekki aðdána því sem þú ert að gera, þú veist, þú ert að selja kannski eitthvað, eða þú ert að markasetta sjálfa þig eða þú ert að skrifa einhver skilabóð til að hafa áhrif á annað fólk eða þú ert að skilja sjálfa þig betur það er ástæðan hvernig maður er að skrifa já. Þú veist ég vil að vita þetta já, ég veit það
ég veit það svo margt svona sem að við getum gert betur, sko, þó að sér auðvitað mjög margt gott gert, en þá þetta svona dæmi bara hvernig við ættum að þróa skólakerfi okkar áfram, að því að við erum alltaf, að því að nemendur okkar alltaf að mæta nýjum áskorunum og við þurfum að vera í takti, þú veist, að þannig að því að menntakerfið, menntun á að undirbúa mannesku fyrir lífið og fyrir vinnumarkaðin og þú veist, þetta heila, sko, þannig að auðvitað ættum við stöðugt að vera að spá í hvernig við getum einmitt hjálpað fólki að skýra hugsun sína. Já, því að þú veist það lífið að taka röðum breytingum og öll þessi tækni og ég meina það ekki búin að ekki búið að finna, ég man ekki, kannski 60% störfum árið 2050 eða eitthvað, þú veist. Já. Þannig að þú þarft ég held til að þú þurfir að þróa einhverja hæfni sem hjálpaði að mæta ákveðnum breytingum, hugrekki til dæmis, algjörlega, sköpunargáfa, sveigjanleika, samvinna, gagnrýnin hugsun, og samskipti. Já. Þetta allt svona hugafar, þú veist, gróskugafar og þrautsega. Já. Og ég veit þetta eitthvað að þessu í námskráni, sko. Já, auðvitað verið að gera fullt af þessu. Og ég veit, sko, ég hef nú einhver tengsl í kennarastörnum, minn mamma og pappa er kennari og bróðir minn er kennari og ég hef verið að kenna sjálfur eitthvað, þú veist, í stundakennslu. Ég verð til að setja meiri vikt þangað. Já. Það er kannski bara ég. Já. Nei, ég meina við ættum öll að vera að spá í þetta. Já. Þú veist, skólakerfi skiptir okkur bara, sko, ef þú spyrð mig, skólakonuna, að, sko, skólakerfi er upphaf og endir siðmenningarinnar, það er bara kjarni málsins, þarna er bara lýðræðisins og þarna er bara allt sem skiptir máli. Þetta er hetju framtíðanar. Já, algjörlega, og allt sem annað hvílir á, skilur mig, af því að þetta er félagsmótun sem að, ég meina, krakkarnir eru þarna í 15 ár af lífi sínu, skilur mig, 15 ár af mótunárunum sínum, auðvitað, þú veist, þetta er náttúrulega bara upp á það endarinn, sko. Og við ættum öll að vera að hugsa skólakerfi, við ættum öll að vera að hugsa er ekki örugglega nógu vel fjármagnað kerfið og er ekki örugglega kennarar á nógu góðum launum, þannig við fáum bara besta fólki í hvert sæti. Algjörlega, auðvitað á bara... Nú er ég komið með framboðsræðir. Já, en ég bara tekið svo mikið við þetta, því að þú veist, fjármagn þangað, það er fjármagn, já, og þá þarf þess að langtíma hugsun, ekki að fara í gleðina eða sæluna, heldur bara í haminguna. Nákvæmlega. Það er þessa hugsun í skólakerfi, held ég. Algjörlega. Og á mörgum stöðum svo sem öðrum, sko. Já. En skólakerfið er bara svo stórt og það er svo aðtakt, við erum öll þar. Já, algjörlega. Og þetta er staður sem hún er til allra. Já. Þannig ef þú vilt, og ég hef oft sagt þetta og ég ætla að segja þetta aftur núna, ef við viljum breyta heiminum, þá gerum við það gegnum skólakerfið. Já, þetta er svo mikil hugljómun, því ég var að hugsa, sko, ef þú vilt hafa áhrif á heiminn, þegar einhvern sem sagði mig, þú vilt hafa áhrif á heimbyggja og vindur með börnum með leiðtogum og kennarar náttúrulega mikilvægast leiðtogum, kennari, börn, hlutverk, hver skiptir allt ótrúlega málið því við höfum áhrif á hvort annað. Já. Ég er alveg samanlega hann erum við að dansa, sko. Algjörlega. Ef þú vilt bara frið og jörðu, ef að allar, sko, þú veist, þú tekur bara einu skólastofu í einu, að því öll börn ætti allavega að fá að fara í skóla. Það er markmið, með öllum alþjóðlegum samningum að öll börn eigi að fá menntun. Og ef við félagsmótum börnin okkar til þess að leysa ágreining með friðsamlegum hætti, skilur mig, og við kennum þeim aðferðir og við kennum þeim umburðarlyndi og við kennum þeim víðsýni og öll þessi góðu gildi, skilur mig, að þá náttúrulega verði ekki til einhverju Pútínar sem að koma og skemma allt. Þú veist. Algjörlega. Eða þú veist, að við bara lærum ef að það væri markmiðið með menntunni. Eða auka jafnrétti, skilur við, að bara kenna að krökkum að bera virðingu fyrir hvort öðru óháð kyni. Bera virðingu fyrir ólíkum kynhneigðum, bera virðingu fyrir ólíkum litarháttum og svo framvegis. Og líka, þú veist, finnst mér bara eins og Svandi sendir nú bara með augnsamband, mikilvæg augnsamband, en sjá bara í enda dagsins þá eru við bara öll manneskjur að díla með sömu tilveru, þú veist, og og þessi aðgreining er náttúrulega bara, sko, á milli, já, hún er bara risa, einn stærsta áskorun sem við stöndum fram með fyrir þessi mannkyn, sko. Já. Því að það er ekki svona svart og hvít, þetta er grátt. Algjörlega. Og þegar fólk nægir að tala saman og eigi samræðum, þá fattar það er miklu meira sameiginlegt með okkur heldur en það sem er ósameiginlegt með okkur. Nákvæmlega, akkurat þannig, sko.
og ég meina það sameiginlega að við höfum all langanir og væntingar og vandamál og þú veist þjáningu og sársauka og allt fram og til nákvæmlega, já Hanna, mér fannst bara yndislegt að fá þig og spjalla við þig Erum við búin? Já, viltu spjalla lengur? Þetta var alveg frábært Já. En þetta var líka svo óvenjulegt einhvern veginn og skemmtilegt Já. Virkilega Mikill heiður á skildar hafa samband Það ekki? Jú Það var bara hvarflaði hjá mér Þannig að takk innilega og gangi þér vel í framhaldinu og hugrakka þrautsega stríðskona Takk fyrir Geggjað Það ekki? Jú Mjög skemmtilegt, virkilega